Bjarki Ármann Oddsson, þjálfari Þórs, brosandi, kemur inn í nýtt ár. Byrjaðu að segja bara gleðilegt árið, Bjarki. Hvernig leggst þetta nýja í þig? Bara ljómandi vel og bara nýtt ár og nýtt uppaf og við ætlum að ná í okkar fyrsta sigur. Þetta er nýtt mót. Já, við segjum það. Bjarki, það er hoggiskarð í ræður okkar Þórsara þar sem að við tilkynntum í dag að Jeremy verður ekki meira með okkur. Það skarð fyrir skildi. Já, algjörlega og bara leiðileg meiðsli sem hann hlaut í leiknum móti KR. Hann reyndar lenti í því óhappi þegar hann kom hér að meiðast á æfingu og tóknaði aftan í læri og náði sér raun og veru bara aldrei eftir það. Var svona, maður sá það bara hér á æfingum og í leikjum bara svona skugginn af sjálfur sér og hvað hann gat gert. En skilaði svo sem ágætis framlagi á þessum stutta tíma sem við gátum notað hann inn á vellinu. Og annars bara drengur góður og sem við óskum góð spata. Hann náði ágætis leik þar til hann varð úr leik hjá KR og kom í 10 stig og einhverju 9 mínútum, þannig að það var hörkuleikur. Já, bara ágætis leikur spræku KR-liði. Við spilum bara ágætis bolta, þetta var svona sveiflukenndur leikur. Komumst kannski yfir með 10, mistum þá svo fram úr okkur, og svo aftur yfir með 10 og mistum þá fram úr okkur. Og það bara sýnir að við þurfum bara að byggja betri stöðuleika í okkar lið og líka bara, þú veist, við ætlum stuðist að erlendu leikmennir okkar dragi vagnin og þeir þurfa að gera það. Voru við náttúrulega að gera ofvel við jólin þannig að það er ekki jólastengin sér tekið í þig núna? Það held ég alls ekki og ég held að þeir mæti alveg klárir í slaginn og allir hungraðir að standa sig og gera betur. Það er á morgunni Grindvíkingar, það má búast við hörkuslag og þóttu höfum lagt á að velli í síðasta heimaleik, það er að segja síðasta viðkomu, þá er ekkert á vísan að róa núna. Nei, alls ekki. Minni mitt nær nú ekki lengra en það að við sigrum þá í fyrra og liðið hans Lalla sigraði á eftirminnilega í tímabili þar áður, svo það eru allavega komnir 2 sigrar á Grindavík í röð og þeir eru örugglega vísir að vilja á að harma hefna og ná í sigur hér. Við erum ekkert að gefa þetta baráttulaust eftir. Nei, sjálfsögðu ekki og við ætlum okkur sigur ekkert annað. Hvað þurfum við til þess annað en ef ég spyr, hvað þurfum við til þess að leggja Grindvíkinga? Eitthvað allt annað svar heldur bara eiga okkur besta leik. Hver er lykillinn að leggja svona lið eins og Grindavík? Grindvíkingar hafa verið að frákasta rosalega vel og eru leiddir áfram að besta frákastara deildarinnar, Ivan Aurikocea og ég myndi segja að við þurfum að stíga út og við þurfum að stíga Ivan sérstaklega út og við þurfum að lágmarka þeirra sóknar tækifæri með því að hirða boltann. Það er bara það mikilvægasta, myndi ég segja. Ertu búinn að ákveða hver það verður sem að hengi sig á hann? Er leyndarmál? Ég held að það sé nú ekki leyndarmál að Reggie byrja að dekka. Það verður hörkubarátta? Það verður hörkubarátta. En samkvæmt heimildum þá megum við hleypa 100 áhorfendum í tveimur 50 manna sóttvarnarhólfum. Við náttúrulega þurfum að hvetja Þórsara til þess að nýta þessi 100 sæti. Já, sjálfsögðu. Já, ok, það er nú bara meira en ég vissi, sko. En það er bara frábært að megi koma áhorfendur og við getum þá væntanlega tekið við 200 manns. Svo bara að gera allir sem vilja að koma að mæta. Þeir sem ekki komast, þeir náttúrulega fara bara á Tór 10 og kaupa sér alveg hræjóttarinn aðgang þar skemmtilegu leik. Já, sjálfsögðu og hvetjum líka þetta Grindvíkingana til þess að horfa. Ég veit að þeir Siggeir Ævar og Orri Hjaltalín munu vera við tækin og fylgjast vel með. Það má fastlega búast í. Bjarki, gangi ykkur vel á morgun. Takk, Gunnar.